skrítið, ég held ég hefði sett þetta í gang á það. Það virðist ekki hafa tekist. En hér erum við allavega með stigaritið. Við setjum það upp og ef við færum okkur yfir á þessa útgáfu, hérna uppi, smellum hérna á milli, þá getum við séð að þetta lítur alveg eins út eins og segulvæðastýringin hérna. Og það sem við þurfum að passa okkur á, það er aðalatriðið í þessu, að allir normally closed markrófar, þeir mega ekki vera með neitun hérna. Sem sagt, ef ég breyti þessi yfir í þetta hérna, þá sjáum við betur að S5, S6 og X7, þeir eru ekki með neitun hérna í stigaritinu. En hins vegar stoppprófinn, hann verður að vera með neitun því að hann má ekki setja straum á alla reset. Þess vegna verður við að vera með neitun hérna og við þurfum að rjúfa stopptakan til þess að fá reset, til þess að stoppa. Ok, þetta eru aðalatriðin í þessu og svo verður við náttúrulega að vera með snertur, neitaðar snertur úr ytri útgöngum hérna alltaf með til þess að koma í veg fyrir að aðrir útgangar komi inn, eins og Q1 hann kemst ekki inn ef að Q2 er inni. Þar verður við að vera með neitun. Þannig að þetta er sem sagt verkefnið, þannig við breytum segulvæðastýringu í stigarit. Og þá ef ég færi þetta hérna síðan niður, þá get ég alltaf stoppað þessa upptöku og teikna þetta upp eins og þetta lítur út hérna og ég fer svo hérna neðar svo að ég sjáið afganginn af stigaritinu. Þá er stoppið hérna neðst út á reset á alla útganga sem að voru með sjálfheldu. Þið takið eftir því að ég er ekki með set hérna. Það þurfum að passa okkur því. Þetta er bara venjulegur útgangur. Þá ég noti reset hérna neðst, þá af því að ég er með sjálfheldu hérna, þá nota ég ekki S hérna. Því að ég verð að geta notað til dæmis Q2 og tekið Q1 út úr gangi. Ég gæti það ekki ef að hér væri set, þá myndi hann haldast inni þó að þessi færi út. Þannig að passa ykkur, setja venjulega útganga, alls ekki set hérna. Þegar við erum með sjálfheldu. Ok, þá vona ég að það hafi komið til skila í þessari stuttu upptöku af þessum lið, H-lið, sem að þegar við breytum segulvæðastýringu í stigarit. Og bara rétt aðeins í lokin að tékka á rófaplaninu. Efsti rófinn, það er stopprófi í 1. Næstu 3 rófar eru startrófar, I2, I3, I4 og svo kemur I5, I6 og I7 sem að eru þá markrófar sem að hérna eru þannig. Og þá held ég að ég sé komið með allt saman inn og ég ætla að stoppa upptökuna. Hérna, stop recording.